Þessu taka, veit ekki, 7, 8 held ég, 8. Blessuð, ég veit nú ekki alveg hvort það heyri almennilega í mér, það er svo mikið vindur. En hérna er ég með eld. Og þetta er fyrsti þátturinn loksins að ég komin hérna til Íslands að búa til soð. Og í dag ætla ég að búa til fyrir einhver gyros sem er svona grískt kebab, getum við sagt, eða eitthvað svoleiðis. En við ætlum að gera allt frá grunni, brauð, kjúkling, já. Það er bara allt sem þarf. Byrjum þetta, ég byrja á brauðinu allavega. Þá byrjum við náttúrulega bara með skál og í fyrsta lagi þá veit ég bara ekkert hvað ég er að gera. Ég veit ekki eins og hvort ég fitt í myndavélina. Pröfum þetta aðeins. Svona, þetta er ekki betra. 2 bollar af hveiti. Nei, þetta er nú eitthvað meira. Smá þurrkað yst. Þið veitir hvernig þetta virkar. Yst. Gamla góða saltið. Eitthvað af ólífuolíu. Þetta er náttúrulega grískt, þannig að smá hérna hunang. Setjum svo vatn út í. Svona hlandvolt og mjólk. Og bara skella höndunum í þetta. Þá er komin tími að krydda kjúklingabringurnar, kúmen, stjörnuanis, kóríander fræ, birkireykt, salt, oregano. Þetta er þá cirka bát, nei, ég er með nýtt í þáttunum sko. Þetta er svokölluð Crit Cam. Og hún virkar bara svona, þarna eru þið. Hérna er ég og við ætlum að fara yfir í kryddið sem er hér. Sko, hérna erum við með smá blóðberg. Þetta stela smá af því og svo er ég alveg til í smá rósmarín líka. Það var alveg svona. Þetta er eitthvað svona. Svo er mamma hérna með eitthvað kál og þarna erum við með kartöflur, svo erum við með jarðaberi hérna. Þetta er alveg svaka gilnilegt. En allavega, þetta er kryddkameran. Þá bara hendum við þessu hérna í. Og kannski reyna að hafa þetta hérna með. Þá er þetta bara svona, berja þetta. Byrjum á að berja. Þetta er nóg af kryddkamerun og förum aftur bara yfir í þessa. Unæsileg lykt hérna af birkinu að brenna og oregano. Ég er að gleyma myntu, bara venjulega myntu. Hérna erum við með myntu. Þeir segja þetta því að íslensk mynta. En ég skal segja held að þetta sé súkkulaðimynta. Jæja, þá erum við komin aftur hérna í kryddkameruna. Svona á þetta að líta út. Þetta á að vera svona bara græn drulla. Kjúklingabringur. Byrjum á því að skella þeim bara hérna á.
3 bringur. Það sem ég ætla að gera við þær, fyrst nú eiginlega að vera með þetta hérna hjá mér. En það sem við gerum er að við tökum hérna blundina hérna af. Getum opnað hana svona upp. Henni hérna á plattan og það sem þarf að gerast er að butterflya hann, svo kallega. Þannig að ég fer inn í hann hérna svona og opna hann hérna alveg upp. Þannig að hann verður miklu þynnri heldur en hann er. Svona einhvern veginn. Það sem ég ætla að gera núna er að taka mortelinn, því ég er ekki með neitt betra tæki. En þú veist, kjöthamar er í rauninni það sem þið þurfið. Svo ætla ég að svona berja hann aðeins svona út. Svona þetta nú. Þunnur kjúklingur. En eldurinn er að verða svaka flottur. En þetta hérna er orðið stórhættulegt og getur drepið fólk úr niðurgangi. Þá þarf ég að fara og þrífa þetta. Þá er það bara næst að löðra þennan kjúkling í blöndin okkar. Þessu græna. Svo er það bara að nutta þetta í kjúklingabríkurnar. Þeim finnst alveg agalega gott. Nú er hendurnar mínar orðnar stórhættulegar. Að fólk geti dáið úr ælupest. Þá ætla ég að fara að þrífa mér hendurnar. En núna, herðu ég á. Mamma! Ég er alltaf að gleyma einhverju. Viltu koma með hvítlauk? Ég er með hérna svona fína skál. Ég ætla að prufa eitt. Ég er með hérna bara hreina gríska jógúrt út af því að þetta er nú grískur réttur. Svona einhvern veginn. Skellum við það 2 eða 3. Það er bara crazy. Af grískri jógúrt og svo er ég með bara skyr. Ég ætla bara að setja hérna. Takk. Beint ofan í. Að þeir sem vissu ekki, þá hérna var mamma mín einu sinni hérna kona formanns körfuknattleiksdeildar Keflavíkur. Þess vegna heitir hún svona vel. En hún er kona ennþá sama mann sem er pabbi minn, en hann er bara ekki formaður lengur. Svo eru við svona cirka blöndum þessu saman. Skeri jógúrt. Við viljum smá salt. Við viljum sítrónubörk. Sjáðu það, hvernig á að ná þessu úr? Hálfa sítrónu. Það er bara... Það er að... olíu. Og þetta er bara út í jógúrtið. Smá salti að fara hérna á, af því að það dregur úr svolítið mikið af vatninu og það er svolítið mikið vatn í gúrkunum. Leyfum gúrkunum að standa hérna í smá stund í saltinu, þannig að vatni vonandi leki hérna aðeins af og þá setjum við það í skálina og þá erum við komið tzatziki. Og þá kjúklingin hérna á. Bara hérna, beint í öskuna. Hérna kreisti ég smá vatninu hérna af gúrkunni. Tökum smá af deiginu. Hendum nokkum úr því hérna megnið af loftinu.
Það ætti alveg að teygjast á því auðvitað núna. Svona einhvern veginn. Nú spyr ég ykkur, hvernig ætla ég að elda þetta? Þarna. Ólífuolía, alveg ágætis slatt af henni. Maka þessu hérna í. Hinum megin líka. Og þetta er bara komið. Nú vil ég færa ykkur hérna yfir á eldinn. Rauðið hérna á núna. Þá bara bíða eftir þessu. Það verður eiginlega pínu antiklæmaks að búa til svona. En svo er maður bara svo fljótur að elda. Gluggurum megin bara að koma hérna. Svo hérna skýrum hann í svona minni bita. Þá erum við með brauðið hérna, kjúklinginn, skellum kjúklingunum hérna á, nóg á honum, hann er alveg mega juicy. Skellum þessu á, hörru, það vantar eitt í viðbót. Við förum hérna og leitum hérna aðeins, það er eitt blóm hérna, er þetta? Nei, þetta er nú bara venjulegu túnfífil. Þarna. Þessi hérna, undarfífill. Þetta er á körfublóma. Og þetta er bara rosa gott líka út á salat. Og gefur svona fallega gula lit. Það verið gula papriku eða eitthvað. Það var þetta. Tökum þetta með. Skellum þessu á. Skiptum yfir á hina kameruna. Nú er bara að skella þessu saman svona í brauði. Eins og ég sagði, þetta væri bara svona píta. Og svo bara bíta. Birkibragðið alveg skín í gegn. Veit nú ekki hvort það sé á saltinu eða bara birkinu sjálfu. Þetta er alveg rosalega gott. Ég ætla að vona að þessi fyrsti þáttur, íslenski þáttur af Sol, hafi náð að verða eitthvað. Mega, herru. Munið svo bara að læka, deila og sharea. Bara takk við öll sem eru að læka, deila og sharea. Geðveikt ánægður að vera komin til Íslands loksins og byrjar að elda hérna úti. Sólin skín, þetta er bara eins og að vera í Brussel. Ég sé ykkur í næstu viku. Ég hlakka bara til að sýna ykkur hvað ég er að dunda mér þá. Það var ekki eins góð hugmynd og ég held þetta myndi vera. Borg er að ljá mér í té, svona eitthvað bjór og eitthvað. Svona lauma mér eitthvað. Það sem ég drakk með þessu og ég svona para svolítið með þessu. Ég fekk mér hérna Leifur varð fyrir valinu. Þetta er svona Nordic Saison, þetta er svona, svona sætur frút í svona eftir tónn.
á honum og finnst mér svolítið bara fitta rosalega vel með chicken. Mér fannst það bara svo gott, þannig að ég mæli með Leif frá Borg með þessari uppskrift. Það var rosa gott. Þannig að sjáumst í næstu viku.